dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekann af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu, hver jafnast á við dýrið, hver getur barist við það? Og því var gefinn munnur talaði stóryrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði. Og það lauk upp munni sínum til að lastmæla gegn Guði. Hver skyldi þetta vera? Þetta dýr. Þessi skopmynd birtist fyrir skömmu og þið sjáið að páfinn settur með geislabaug höfuðið. Þið kannist öll við Biden. Þessi menn eru valdamestu menn í heiminum. Og fundur þeirra í byrjun í lok október, 28. október. Hann stóð í 75 mínútur. Það lengsti fundur sem að páfinn hefur gefið sér með Bandaríkjaforseta. Trump fékk hálftíma, Obama hann fékk 50 mínútur, en Biden var í rúma klukkustund. Og þeir spjölluðu ýmislegt. Og Biden segir að páfinn sé mesti hermaður, baráttumaður í heiminum. Það sé enginn sem jafnast á við hann. Það jafnast enginn á við dýrið og hver getur mótmælt því. Og örlög heimsins hvíla svo mikið í þessum stórveldum. Hugsið ykkur að maðurinn hægra megin á myndinni, vinstra megin frá ykkur sé, að hann svo tæpur, vitsmunalega séð vegna aldurs og einkenna, að ég sá smá brot úr vídeói sem var tekið af þeim þegar þeir heilsuðust og þá sagði Biden við páfann, alltaf svo ánægilegt að hitta svona afrikan-amerískan beisbólleikara. Og páfinn lét ekki á neinu bera. Það fara að slá úti fyrir Biden, heldur betur. Það var svona einskot, en örlög heimsins hvíla í höndum svona manna. Og loftslagsráðstefnan og allt það. Það eru svona sérstakir einstaklingar sem að þangað komast og hafa völd. En þetta kemur seinna. Við heyrum gjarnan og lesum alls konar myndmál tengt Biblíunni og Jesús talaði oft með dæmisögum og myndmáli. Og við þekkjum táknið tvíeggja sverð sem smýgur í gegnum merg og bein, sem táknum að orð Guðs smýgur inn í innstu fylgsni hjarta og hugar. Og við þurfum að hafa það hugfast, því að orð þessara leiðtoga, þau smjúga líka víða. Í Sálminum 149 segir, Halleluja, syngi drottnin nýjan söng, lofsöngur hans hljómi í söfnuði trúaðra. Ísrael gleðjist yfir skapara sínum, synir Síónar fagni yfir konungi sínum. Þeir skulu lofa nafn hans með gleðidansi, leika fyrir honum á bumbur og gýjur, því að drottin hefur þóknun á líð sínum, hann skríðir hrjáða með sigri. Hinu trúuðu skulu gleðjast með sæmd, syngja fagnandi í hvílum sínum, með lofgjörð Guðs á tungu og tvíeggjað sverð í höndunum. Við erum með þetta tvíeggjaða sverðvinir, við erum með orðið, við erum með sannleikann og við skulum leitast við af öllum mætti að láta það smjúga sem víðast. Annað táknrænt myndmál örin. Örin sem flýgur með örskotshraða og smýgur líka djúpt. Sannleikur Guðs eitt af því sem hlýtur mestan mótbyr í gegnum aldirnar og oft finnst okkur sem vonlaus staða sé að sannfæra margt fólk hvað sé blekking og hvað sé sannleikur sem treysta má að standist allt. Já, við munum verða fyrir háði ef við reynum að halda orði Guðs á lofti. Það bara allt í lagi. Fólk brynja sig þykkri brynju gegn örvum sannleikans, brynju hroka, eigin ímyndunar og alls konar hindurvitna sem Satan lætur ekki af að breiða út
til að fá að fólk til að trúa alls konar hindurvitnum og til að breiða þessi hindurvitni út. En þessi brynja slitnar, vinir. Örin kemst að lokum í gegn. Vissulega of seint fyrir suma, en sannleikurinn finnur sér alltaf farveg, sem við sjáum kannski ekki. Oft það svo að mótlæti sem við skynjum og fyrirlitningin sem sýnd þegar við mælum sannleika og vitnum Guðs orð verður að lokum til þess að fleiri komast til trúar og orði smýgur inn í innstu fylgsni sálar og líkama. Ég ekki að segja að við þurfum að fara í gegnum þá pínu og kvöl að vera brennd á báli, en fyrir fórnir þeirra sem þjáðust þar komust margir til trúar. Það víst. Guðs vegir eru órannsakanlegir fyrir okkur sem hugsum eins og menn. Guð horfir yfir og sér möguleika sem við sjáum ekki, svo við megum aldrei láta hugfallast við mótlæti. Dropinn holar steininn, og ef við höldum óhrætt áfram að láta Guðs sannleika heyrast sem víðast, þá mun Guð blessa alla viðleitni og málið þróast í átt til þess að fleiri meðtaki það. Við vitum aldrei hvenær ör sannleikans hittir einhvern í hjartastað. Ekki ör sem drepur, heldur ör sannleikans, ör skilnings, ör auðmýktar, sem beygir sig undir vilja Guðs og tekur á móti sannleika Guðs orðs. Ungur maður satt fyrirlestur hjá vísindamanninum og útbreiðslupredikaranum Walter Feit, sem margir kannast við hérna inni. Það var lagt út af 6 daga sköpunarsögu Biblíunnar. Hafandi verið í háskóla adventista, þá hefðum við getað ímyndað okkur þessi ungi maður þekkti sannleikann og tæki orð Guðs bókstaflega, en öðrum nær. Eins og svo margt ungt fólk sem fer í háskóla, jafnvel kristna háskóla, þá hefur þar náð að læðast inn hártoganir og blekkingar, svo hann taldi sig vera læknaðan að þeirri fásinnu að jörðin og allt sem á henni hafi verið á 6 daga tímabili. Að trúa því að Guð skapa á 6 raunverulegu dögum allt sem var í upphafi. Hann var bara algjörlega á móti þessu og algjörlega sannfærður sínar eigin skoðanir, enda búin að vera í háskóla þar sem að ýmsar kenningar fengu að slæðast inn. Walter reyndi ekki að snúa þessum unga manni, en hann trúði, eins og hann segir oft og vitnar, að sannleikunum finnir sér alltaf leið til að sigra á sínum eigin tíma og forsendum. Gleymum því ekki. Guð hefur sannleikan og sannleikurinn finnur sér leið. Þegar okkur finnst að allt gangi á móti okkur og að heimurinn hæðist að svokallari fávisku okkar, Guð að vinna í því að allir komist til sannleikas að lokum með einhverju móti. Ekki á okkar tíma, heldur hans tíma. Þegar við höldum að öll von sé úti og vinna okkar eða tilraunir til að uppfræða sé eintóm vonbrigði og vindhögg, þá Guð með yfirsýn yfir allt og lætur allt samverka til góðs. Þegar fyrirlesturum Walters lauk á þessum stað, sá hann unga mannin sitja hugsi eftir og hugsaði með sér, hann hefur kannski látið sannfærast af því sem ég sagði. Hann spurði unga mannin hvort svo væri. Nei, var svarið, ekki það sem þú sagðir, heldur það sem amma mín sagði eftir samkomuna. Hún sagði, nú get ég dáið í friði því ég heyrði að gamli góði sannleikur aðvent boðskaparins fær enn að heyrast. Og það var eins og væri skotið í hjartað á mér, sagði ungi maðurinn. Ég hafði aldrei gert mig grein fyrir því að þetta væri kjarni aðvent boðskaparins, boðskapur fyrsta engilsins. Það segir í 1. Mósebók að í upphafi skapaði Guð himin og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu
og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós, og það varð ljós. Og Guð sá að ljósið var gott, og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Og Guð kallaði ljósið dag, en myrkri kallaði hann nótt. Það var kveld, það var morgun, hinn fyrsti dagur. Það segir ekki að Guð skapaði himinn og jörð á fyrsta árþúsundinu eða 6000 árum. Það segir að það var kveld og það var morgun með nótt á milli. Er eitthvað óljóst þarna eða getur sumt fólk ekki sætt sig við að Guð er svo miklu stærri en hugmyndaflug okkar skapaðar að vera? Og tóku þið eftir að það fyrsta sem Guð skapaði var ljós, ekki sól eða tungl eða rafmagn. Hann skapaði ljós. Okkur er sagt að í hinni nýju Jerúsalem sé ekki þörf fyrir ljós, því að ljós Guðs er þar allstaðar og uppljómar. Mun ekki mörg okkar líka eftir því að Móse þurfti að hylja andlit sitt þegar hann hafði dvalist í nála Guðs á fjallinu. Móse endurvarpaði ljóma sem var mönnum ofviða að horfa í. Hvernig eigum við mannlega verur að skilja hvað Guð er mikill og máttugur? Í opinberunum Jóhannesar í 14. kafla segir í 7. og 7. vers: Og ég sá annan engil fljúga háhvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvísl, tungu og lýð, og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himinn og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Hvernig eigum við að tilbiðja? Þann sem gjört hefur himinn og jörð, hafið og uppsprettu vatnana. Ekki flókið. Samt eru til menn sem segja að þetta geti ekki staðist, tíminn sé of stuttur, ekkert geti orðið til á svo skömmum tíma. Af hverju ekki? Af hverju maðurinn sífellt að reyna að vera klárari en Guð? Hvaðan kom sú hugmynd? Mörg okkar vita svarið. Það eru svo margir eins og ungi maðurinn sem átti ömmu sem enn hlustaði á sannleikann, og sannleikurinn komst að lokum inn í hjarta hans vegna þess að amma nefndi gamla góða boðskapinn sem aldrei breytist, sem stendur stöðugur. Satan hefur verið iðinn við að skrumskæla sannleikann og sá efasemdum Guð. Hann hamast sem aldrei fyrr í því að vekja athygli heimsins á náttúrulögmálunum og því hvað við þurfum að gera til að laga hlutina, eins og við munum eftir á ráðstefnunni sem er að enda núna. Mennirnir ætla að redda þessu, ætla að halda hitastiginu við undir 1,5 gráðum í hækkun. Þeir telja sig geta það, eða hvað? Málið er bara að við getum svo lítið gert til að breyta þessum lögmálum og þessari þróun. Við erum búin að lifa í synd árþúsundum saman. Við höfum söguna, við sjáum blóðvöllin, hvernig maðurinn sífellt með græðgi sinni tortímir náttúrunni, drepur meðbræður bara til að eignast völd og auðæfi. En meðan á öllu þessu gengur telja margir að Satan sé bara ímyndun, bara hugarflug. Og samt þyrpist fjöldinn allur út í ærslafullum hópum eins og við sáum fyrir skömmu að fagna degi hinna dánu. Af hverju ættum við að fagna degi hinna dánu? Kallaða hrekkjavöku. Fæstir hugsa út í það að sá siður er upphaflega frá heiðnum sið, þar sem myrkraverk ráða ríkjum og það sem þá var stundum var gert í fullri alvöru, hjátrú og dýrkun á hinum dánu. Fólk smættar niður ljótleikann og yppir öxlum. Þetta er nú bara gaman, þetta er bara leikur. Ef blóð er óhugnanlegt, þá hafði bara nógu mikið af því, svo það verði sniðugt og skemmtilegt. Tölvuleikur sem mikið er talað í dag, hann er svo blóðugur og fullur af drápi og snýst svo mikla grimmd að venjulegu fólki eins og mér finnst ekki einu sinni óhætt
að horfa til að skilja hvað í gangi. Við höfum séð í fréttum. Þetta það sem selur. Fólkið sækist eftir ljótleika og þolir ekki birtu himinsins rétt eins og á tíma Móse. Við erum svo greinilega á síðustu dögum þessara jarðar. Það hrópar á mann. Það sem sárt að horfa upp á að stór hluti mannkyns orðinn sljór og heyrnarlaus. Hvað að? Eigum við ekki stórkostlegan boðskap? Höfum við ekki fréttir að færa? Jú, vissulega. Og við höfum auðæfi frá orði Guðs og anda spádómsins. Við vitum einnig að það verður alltaf mótbyr, sama hvað við reynum. Við megum ekki láta það hræða okkur. Við eigum að halda áfram, að láta sannleikann heyrast, halda honum á lofti, sama hvað heimurinn telur okkur fáránleg og óvísindaleg. Það kann að hljóma undarlega, það fyrir löngu búið að benda á þetta. Maður syndarinnar var þegar að verki á dögum postuluna og sáði efasemdum og rangfærslum meðal hinna kristnu, eins og lesa má í síðara Þessalónikubréfi frá 1. versi. Sjá hvort að ég var ekki með hérna. Já. En að því snertir komu Drottins vors Jesú Krists og það að við söfnumst til hans, biðjum ég yður bræður að þér séð ekki fljótir til að komast í uppnám eða láta hræða yður, hvorki af nokkrum anda né við orð eða bréf sem væri það frá oss eins og dagur Drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Við sáum hann hérna í upphafi með forseta Bandaríkjanna. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Minnist þér þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður og þér vitið hvað aftar honum nú til þess að hann opinberist á sínum tíma. Því að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtrýmt sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun Drottinn Jesú tortíma með anda munns síns og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann svo að þeir mættu verða hólpnir. Já, við sjáum í dag þessi öfla verki út allt og við sjáum það í æðstu valdhöfum heimsins. Vitið það að það var einu sinni varpað atkvæðum hvort standa ætti að Guð hefði skapað heiminn á 6 dögum eða á 6 bókstaflegum dögum. Það snerist hvernig aðventistar vildu standa á kenningum Biblíunnar og hvort þeir vildu leggja áherslu á einmitt 6 venjulega 24 stundadaga eða hafa þetta 6 daga og leyfa fólki að ákveða sjálfu hvað fælist í því að segja hlutina pínulítið svona frjálst til að teygja og útvíkka. Skemmst frá að segja að orðið bókstaflega var fellt út með yfirgnæfandi atkvæðum. Það mátti ekki styggja þá sem vildu hafa hlutina í lausara samhengi. Svona erum við meðvirk. Við munum þurfa að sætta okkur við að hálfvelgja ráði víða ríkjum. Við erum jafnvel sekum hálfvelgju sjálf. Við hunsum margt af þeim ráðum og leiðbeiningum sem Guð gaf okkur varðveislu heilsu okkar og heilbrigðan lífstíl. Við erum fjötruð í slæma vana og sleppum ógjarnan hlutum sem gera okkur í sjálfu sér ekkert gott. Hve oft biðjum við Guðum að hjálpa okkur við að sigrast á óheilbrigðum venjum.
Ég get aðeins svarað fyrir sjálfa mig. Það koma stundum tímar sem ég gagnrýni mig fyrir ýmislegt sem varða mataræði og lífstíl. Mig langar að gera það rétta sem ég veit að muni skila sér í bættri heilsu og styrk. En þá gerist það sem við þekkjum svo vel. Það að reyna að breyta sér í eigin mætti eða jafnvel með bæn, það vantar svo mikið upp á. Við erum félagsverur og við hermum hvert eftir öðru. Við viljum forðast að breyta mörgum hlutum vegna þess að við erum föst í viðjum vanans. Eigin sannfæringar og neitum ofta að trúa að sumt skipti kannski meira máli en við erum tilbúin að láta sannfæra okkur um. Vissulega má segja að til dæmis matur og drykkur skeri ekki úr hvort við erum frelsuð eða hólpin, enda værum við öll glötuð ef svo væri. En þetta með að vera fjötraður af syndinni, er það ekki dagleg reynsla okkar flestra? Þess vegna er mikilvægt að láta boðskapinn heyrast daglega. Boðskapum orð Guðs, boðskapum það sem varðar alla hluti sem skipta máli og eru í orði hans. Við vitum ekki hvenær orð sannleikans nær eyrum einhvers sem þjáist, einhvers sem er týndur, einhvers sem er kaffærður af áreiti heimsins, tölvuleikjum, klíkumyndum, götuklíkum, átökum, fíknefnum. Listinn er endalaus. Ungur maður að nafni Dwight var einn af þessum ungu drengjum sem óx upp í skugga áfengisneyslu föður og þess versta sem oft fylgir ofbeldi og grimmd. Dwight var svo óhamingjusamur og týndur að hann reyndi jafnvel að hengja sig aðeins 10 ára gamall. Ég þekki sjálf þá tilfinningu að vilja deyja aðeins 10 ára. Ekki vegna áfengisneyslu foreldra, heldur ofbeldis og skorts á ástúð. Sonur minn sem nú er kominn á 50-aldur íhugaði að henda sér út glugga á 3. hæð þegar hann var kannski það bil 10 ára. Honum leið illa vegna rifrildis og ofbeldis í samskiptum foreldra sinna. Þessar viðkvæmu sálir sem vaksa upp í alls konar erfiðum kringumstæðum. Í öllum þessum tilfellum var Jesú Kristur ekki með í myndinni. Ekki auðmýkt, ekki elska, ekki þekking á því að Kristur fórnaði lífi sínu fyrir alla menn. Dwight var fullur reið og beiskju og herti sig upp með því að stunda oft á tíðum harkalegar íþróttir og var þekktur fyrir að brjóta bein, jafnvel félaga sína í þessum íþróttum. Eftir skólagöngu skráði hann sig í herinn. En vegna náðar Guðs breyttist líf hans á undursamlegan hátt vegna kunningsskapar við einstakling sem benti honum á í þessu tilfelli á Amazing Facts biblíulegt spádómanámskeið. Við höfum líka svona námskeið spádóma Daniels og margt annað líka, opinberunarbókina. Það hefði allt eins getað verið íslenskur maður á Íslandi að beina athygli ungs manns á fræðsluefni á síðu boðunarkirkjunnar. Dwight tók boðun að taka þátt í spádómsnámskeiðinu. Á hverju kvöldi var honum birtur biblíulegur sannleikur sem vökti hjá honum mikla undrun. Hann segir svo sjálfur: merki dýrsins, 666, Antikristur. Þetta varð allt svo auðskilið, alveg ótrúlegt. Allt var sett fram á svo skýran hátt að það var útilokað að maður gæti hafnað sannleikanum Guð, Jesú í Biblíunni. Og Dwight tók skýrn. En lífið varð enginn dans á rósum strax á eftir. Hann missti vinnuna leið og hann gekk í kirkjuna sína. Og skömmu síðar lifði hann á götunni. Hann svaf undir brúm, fór í sund til að þvo sér og mætti samt í kirkju, fínn og strokinn, þar sem engan grunaði að hann hefði sofið bak við gám. Þrátt fyrir þetta fannst Dwight hann vera blessaður. Ég fann mig vaxa nær Guði í gegnum þessar reynslur, lærði að treysta honum jafnvel á verstu augnablikum lífs míns. Hann var samt virkur í kirkjunni, þroskaðist í trúnni og bæninni, hélt áfram að læra og rannsaka. Allt það biblíuefni sem hann komst yfir. Hann segir að allt þetta fræðsluefni hafi gefið honum skilning á sannleika fagnaðarerindisins.
Í dag á hann konu og saman vinna þau í því að dreifa boðskap og biblíuleksjum. Og hann segir, þegar þú gerir þig grein fyrir hve máttugur Guð verður hið ómögulega mögulegt, jafnvel framkvæmanlegt. Takk fyrir að breyta lífi mínu. Ekki dásamlegt að heyra svona vitnisburð? Við hér í Boðunarkirkjunni getum líka haft þessi áhrif. Við eigum gnótt af dýrmætu efni og fræðslu. Starfið að vaxa og síðan okkar inniheldur meira og meira af efni sem vert að benda á. Jóhann og Magnea eru iðin við að bæta og breyta og uppfæra. Við eigum dýrmæta fræðslu inn á netinu. Ég hvet alla til að skoða og benda á þetta. Við þurfum að hamra járnið meðan það heitt, þó sumir vilja draga úr okkur kjarkinn. Þá megum við aldrei missa kjarkinn, vinur. Guð blessi ykkur.